Ég heiti Tara. Og ég heiti Judith og þessi þáttur í boði BF atferlisráðgjafar. Já, góðan dag, kæru hlustendur. Þáttur númer 3. Ha. Og hérna til okkar komin meistari Helgi S. Karlsson. Svolítið frumkvöld að þessari podcast okkar. Já, bara stofnandi í Stofnandi og hérna atferlisfræðingur, sálfræðingur og kennari. Já. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mig. Já. Gaman að fá þig. Takk. Við ætlum að spyrja þig bara fara svolítið út allt. Já. Og þú ert mjög áhugaverður einstaklingur og bara hefur gert mikið. Og hérna kannski byrja bara á, ég meina nú ertu með þessa 5 háskólagráður þú ert með þessa 3 háskólagráður og kannski ef þú getur bara farið bara alveg að byrjun og var það kennarinn sem fórst því fyrst? Var það sálfræðing, hvernig? Já, takk fyrir að spyrja. Ég læriði fyrst af öllu sálfræðingi. Það var svona mitt fyrsta hugðarefni og fór í raunin út allt í þeim pælingum, Ég var rosalega spenntur fyrir svona hjónabandsráðgjöf fyrst og vera svona sambandsráðgjafi og byrjaði á síðu sem hét Hugi.is í gamla daga og var með ráðgjöf þar en á rómantík og já og fyrir 100 árum já, fyrir 100 árum, takk fyrir að minna mig á það jú, það rétt, það cirka 100 ár síðan og svo varð ég ritstjóri þar í smástund og svo þegar Hugi fór þá var ég búin að vera ég fór líka á nokkra geðdeildir og var að vinna þar ég var á 33A, deild 12 og Kleppi og svo fyrir norðan, þar sem ég tók BA-gráðuna mína Já, svo fór ég og læriði sálfræðingin og allan tíman ætlaði ég nú svo sannarlega ekki að fara að vinna eitthvað með börnum það var ekki það sem ég stemdi á ég ætlaði að vera að vinna með þinn afstæða huga fannst maður mjög spennandi og ætlaði að fara að vinna með fullorðnum Já. Og svo pröfa ég það í starfstjálfum fyrir fullorðna og við skulum bara segja ég verði ekkert rosalega hrifin af því þegar ég var í starfstjálfum. Ég fannst fullorðnir orðnir ansi fastmótaðir einstaklingar og líkurnar á að ná einhverjum frábærum árangur þar eru minni en ég vildi. En ég var samt ekkert búin að kveikja neitt á barnaheiminum í þessu. Það var ekki fyrir en ég lendi í kreppunni þegar kemur kreppan og ég útskrifast þarna 2010 og fer að reyna að finna mig vinnu og þá bara mjög lítið í boði fyrir sálfræðinga þá þú veist gengur vanalegi störf fyrir kreppuna og svo þegar það gengur ekki neitt þá ég bara í rauninni atvinnulaus í talsvert langan tíma þangað til ég fæ símtal frá honum fyrirverandi deildastjóra hjá mér hann hét nú það dottið úr mér, láttu það vera allavega Eiríkur Þórðarsson skiptir ekki það núverandi yfirmaður minn, ég alveg út að taka segjum þetta bara svona gott í bili en með þetta, en allavega ég var fenginn af manni, sálfræðingi sem var þá með mig í meira handleiti mig á minn ég var þarna og bara svo hlustendur viti nöfnir oft minn Akkillesarhæll hei, sama hér, við þekkjum það en það bara, allir hafa syndjöfil að draga en þetta var frábært, hann réð mig þarna inn í svona forvarnar verkefni og sem að hét einmitt Byrgjum brunnin, Björgin unnin og þá átti sálfræðingur að fara að vinna á gólfinu hjá í Grafarholti og ég var fenginn í þá vinnu það sem var öðruvísi við mig, ég var ekki að vinna á þjónustumiðstöðinni Þorgeir Magnússon heitir hann auðvitað Þorgeir Magnússon það kom ekki bara þegar maður settur á þegar maður on the spot þá mann maður ekki svona maður kannast alveg vel alltaf mann á hans en hann var frábær og hann tók mig í handleiðslu og var og þarna var ég hálft ár í rauninni á vettvangi í skóla þetta átti að vera hálft ár en svo bara gekk þetta svo vel og ég fór út af því við vorum með sálfræðing frá þjónustumiðstöðinni sem að synti greiningum og var eitthvað þeim pakka og þá þurfti ég að finna mér eitthvað sérsvið og þá fór ég bara að vinna með atferlisfræðina sem ég hefði einmitt fengið svo vel úr Háskóla Íslands og fyrir norðan bæði frá Kristínu Guðmundsdóttur og Gabrielu Sigurðardóttur þær hafa mjög heppin að fá þessa atferlisfræði rosalega mikið frá þeim í gegnum námið og þannig ég fór bara að beita mér sem atferlisfræðingur í rauninni fór miklu meira inn í það fór að hjálpa með uppsetningu bekkjastjórnunarkerfa og var með svona ákveði skólafærni
og bara svona ýmislegt til að hjálpa börnum og innan skólans. Já. Þannig í rauninni byrjaði mín vegferð svona hratt inn í atferlisfræðina og þarna sá ég að ég vildi vinna með börnum. Þegar þarna var komin, þarna sá ég, vá, núna get ég sko breytt heiminum, núna get ég bjarga börnum, núna get ég bjarga fólki, hér get ég haft raunverulega áhrif og fyrir utan það ég elska flækjustíð í grunnskólanum, þú ert með svo marga hluti og ég elska svona flókin mannapúst þegar við þurfum að láta allt ganga upp og allir sé að starfa saman. Og það mjög mikið atferlisfræðin. Það mjög mikil atferlisfræðin. Það eitthvað vandi og birtingamyndin kannski eitthvað ákveðið, en að baki hegðunarinnar, það svo, þú veist, það kannski nokkra breytur. Og þetta svo mikið, þú veist, greiningarstruktúrin á baku atferlisgreiningu. Og ég gerir ráð fyrir, þú veist, þekkjandi þér svolítið, að þetta hefur verið svolítið kveikjan bara nákvæmlega, þú þekkir mig, ég elska greininguna, ég elska að finna út virkni matið, leita að, eins og við tölum eins og þið þekkið, styrkingaskilmálu umhverfisins, vita hvaða áhrifur í umhverfinu að hafa áhrif á barnið og það vanalega við og umhverfi sem þarf að skoða fyrst og fremst, ekki barnið. Við erum alltaf að spá í barnið, en það sem við atferlisfræðingar skoðum fyrst og fremst umhverfið og áhrif umhverfisins á barnið. Og það eini ég líka rosalega mikið að vinna með. Það áhrifi umhverfisins á barnið. Já, þetta svo góða punktur að því líka, þú veist, eins og bara eitt sem að kennarar gerir svo oft ekki grein fyrir þú veist, sem að maður spotta sjálfur einhvern veginn, bara þú veist, til og með skipulag kennslustofunar. Getur hafa svo ógeðslega mikil áhrif bara aðeins að endurskipuleggja rýmið og hvernig bara borðunum hátt, það getur haft bara rosalega mikil áhrif. Alveg bara leið. Allt hvað umhverfið segir okkur hefur áhrif og því að þetta jú umhverfið sem við lifum í. Þetta það umhverfið sem að við sjáum, upplifum, finnum, skynjum, spilar allt áhrif á okkur, allan daginn í þessu umhverfi, þessu sérstaklega umhverfi. En eðlilega skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Og líka getur oft verið svo auðvelt að breyta, það oft svona litli hluti sem mjög auðvelt að breyta og spotta það, þú veist, í umhverfinu, þú veist, auðvitað margir sem flóknari en þú veist, bara oft svona litli hluti sem getum breytt í umhverfinu sem geta haft svo mikil áhrif, þú veist, og sérstaklega við erum búin að svona greina hegðun. Gífurlega, nákvæmlega. Búin að sjá fyrir okkur hvað að valdinni og þú veist, aðdragandan og svona, þú veist, þetta bara alveg merkilegt hvað maður getur náð miklum árangri bara með. Ótrúlega, árangri sem enginn hefur jafnvel búist við, allir búin að missa vonina, þetta barn ómögulegt. Já, bara við erum búin að reyna allt. Já, þú heyrir þetta mjög oft, það búið að reyna allt, við erum búin að prófa allt, þetta segja allir. Vegna þess að þeir eru heldur ekkit að segja ósatt, þeir eru búin að prófa allt sem þeir kunna og geta, en þeir eru ekkit endilega búin að prófa allt sem ættir að gera. Og það nú einmitt það sem við atferlisfræðingar sýnum oft. Þegar við förum að horfa á umhverfi með annarri linsu, förum að spá og skilgreina þá hluti sem virkilega hafa áhrif á barnið, þá fyrir ýmislegt að koma í ljós, sem áður hefur ekki sést. Með þessi atferlisgreiningar gleraugu. Og komist líka stundum að því að kannski þau líka að nota rétt, eða þú veist, nota það rétta, en kannski ekki að beitinni rétt. Einmitt, svo það líka það. Og þar komum við inn. Já, það eins og við tölum í fyrsta þættinum, eins og umbanakerfin. Þú veist, kennarar ofta nota umbanakerfi, en þau eru bara ekki að nota það rétt. Þess vegna það ekki virka. Já, en þau virkar svo einfalt. Bara einhver stjarna, einhver smá verðlaun og þá fyrir að ganga vel. Og oft gengur það vel hjá fólki, í smástund. Ef þau hitta bara á spennandi verðlaun. En svo skilja þau ekkert. Af hverju það gengur ekki lengur vel. Og þá þetta er bara eins og allt annað. Pröfa í smástund, virka í smástund, svo þetta bara virkar þetta ekki lengur og svo kemur setningin umbunarkerfi virka ekki á mitt barn. Já, sem ég fæ alveg græna bólur. Já, af því að því miður, ég vildi þetta væri svona einfalt, en þetta bara ekki svona einfalt og þetta vitum við. Það hellingsfræði bak við hlutin sem heitir umbun og hvati og styrking hegðunar. Þetta bara ekki svo einfalt. Þess vegna eru við í háskóla í mörg ára að læra þetta. Það nefnilega málið. Þú veist, hegðun líka ekki bara hegðun. Við þurfum ofta að njörfa niður í smá einingar sem að ekkert lítið mál. Þú veist, þetta bara krefst, gríðarlega sérþekkingu og reynslu. Þannig að, ég ennþá að læra. Nú ég búin að vera í skólakerfinu síðan 2010, basically. Ég bara fór beint út í skólakerfið, má segja. Og hef verið með puttana og fæturnar og allt hitt þar í daggóðan tíma. Og bara, ég ennþá að læra helling. Ég læri nánast í daglega eitthvað nýtt sem að hjálpar mér að skilja börn og umhverfið þeirra. En segja okkur nú ertu þarna á gólfinu, sálfræðimenntaður.
næst kom kennsluréttindin eða við skulum sjá hvort ég muni þetta jú, sko næst fór ég sko í kennsluréttindi og eftir það þá fór ég sko, ég ekki með 5 háskólagráður, bara höfum þá hreinu, en ég með 4. Ég fór næst í sko diplómu í alþjóðavíð, ég líka með diplóm í stjórnmálafræði. Ok, það kemur ekki óvart. Já, það er svona Já, líka bara, þú veist, svo bara svona með puttar púlsinu við stjórnmálum og alþjóðavíð. Ég var sérst fór í alþjóðasamskipti, eins og það geti, en ég með diplómið þaðan og það var mjög áhugaverður tími. Þannig að það er mjög gott að læra og skoða ýmislegt og fara út allt, hjálpaði mér að tengja saman ýmsa putta, eins og þegar ég fór að kenna félagsfræði. Þá fekk ég fullt af nýjum hlutum í linsuna mína, þá víkkaði minn sjóndeildarhringur. Þá fór ég að skilja hluti sem að hafa áhrif til dæmis eins og börn, sem eru hlutin eins og stimplunarkenningar, sem þá hefði aðalega verið notaði við fanga. En maður fyrir að skilja sama eðli hefur áhrif á börn. Ef við erum stimpluð sem óþekka barnið, stimpluð sem erfiða barnið, stimpluð sem barnið sem getur ekki, þá er það okkar viðbragð sem félagsvera að skangast bara jafnvel inn í það hlutverk. Vist, hversu oft hefur maður heyrt barn segja og það alveg brýtur í manni hjarta bara þetta, ég vondur eða ég bara óþekkur því það er bara eða ég frekja ég er bara frek og svo eru börn í miðri sko, sjálfsleitar bara þau eru í miðri sjálfsleit hver er ég og við erum að senda þessi skilaboð og síðan líka bara hversu oft heyr maður að þú veist sem ég hef verið á leikskóla og bara eitthvað, þú veist bara það var alltaf sama barnið að meiða barnið var kannski ekki eins og í leikskólanum en samt eru krakkarnir bara, þessi var að meiða nákvæmlega þá eru kennararnir kannski líka alltaf að kalla þetta nafn bara hafa áhrif þetta er þessi íving sem að kennarar verða fyrir og starfsfólk sem gerir börnum erfitt fyrir að greiða úr sögu sinn innan skóla þegar það komin íving í starfsfólk það sér vandan og vandamál og barnið allstaðar og alltaf fyrst jafnveg þóttu 4-5 kannski einstaklingar saman að gera eitthvað þá er alltaf þetta barn sem er tekið eftir og þetta barn sem fær fókusinn þetta er ekki fólk að vera vond, þetta er bara líffræðilegt, sálfræðilegt ferli sem kallast íving, þú veist, að verða yfður fyrir einhverju. Þetta er svona fyrir hlustendur eins og þegar maður var yngri og ég var ég segi þess að sögu oft þegar ég er á námskeiðum og að kenna þetta. Þegar ég var ungur þá var ég í úlingavinnunni og mér gat ekki verið meira sama flest sem að þar fór fram. Það var einhver ræktarvinna og reyta arfa og eitthvað, og við þekkjum þetta örugglega flest. Garðsláttur. Jú, og garðsláttur og allt þetta. Ekki það sem maður var mest spenntur múlingur, en samt, þráttur mig vera alveg drull afsakið arfa, og sá ég hann allstaðar í svona 2 mánuði eftir ég hætti úlingavinninni. Það var vegna sem að voru hann yfður fyrir arfanum. Þú veist alltaf að leita á hann í vinninni. Þannig er arfi og þannig er arfi. Þannig að maður fór að sjá hann í görðum hjá nágrönnum. Aldrei spáði á þau. Og það tók tíma fyrir þetta að fara. Þetta er svona eins og þegar maður lærir eitthvað orð eða skilgreina baku eitthvað orð svo fyrir maður að heyra þetta orð allstað þú veist, þetta er bara svona maður fyrir að tengja við þetta bara, þetta er svo hagnýtt við fórum að tengja alltaf bara, þetta er mjög hagnýtt maður fyrir að nota eitthvað svona orð sem maður hafði kannski ekki tilengja sér á en hvenær kom síðan kennsluréttindin Kennsluréttindin kom einhverju síðar eftir ég var fyrst fengin inn sem bara þetta var upp úr kreppu þegar það var lítið störf að gera og þá fór ég að vinna sem fékk ég vinnu sem blessunarlega sem umsjónarkennari í leikskóla og bara kunni vel við mig þar. Þetta er spennandi og krefjandi og lifandi starf og manni leiddist aldrei og maður kom heim þreyttur en þegar vel gekk þá var maður þá leið manni vel, maður hafði gefið af sér og látið börnum líða vel, þannig að þetta var bara mjög gott og dásamleg upplifun og reynsla að fara í, þannig ég ákvað bara að halda áfram með kennaran og svo fór ég og tók kennararéttindin en tók diplómu og fekk þannig kennararéttindin vegna reynslu innan skóla, vegna sálfræðingsins og annað. Þannig ég fekk diplómu í kennsluréttindin sem á þeim tíma gaf mér full kennsluréttindi yfir skóla starfsemi. Á þeim tíma var það bara minni með 1 ár? Diplóma var bara 1 ár fyrir framhaldsskóla kennara sem ég tók á þeim tíma. Akkurat, en þá fekk ég samt vegna reynslu minnar innan grunnskóla og sálfræðings leyfi á öllum stigum. Svo,
svo man ég ekki, held ég á einhvern tíma fyrir það sem ég tók diplóm í alþjóðarsamskiptum og svo í rauninni ég er atferlisfræðingur í dag en út af starfsreynslu, út af því hef starfað og sýnt góðan árangur og vinnubrögð sem atferlisfræðingur, þess vegna fæ ég líka titilinn klíniskur atferlisfræðingur og vottun fyrir því. Já. Og það er nú bara nýlega komið. Það er bara nýlega komið. Já, þið eins og þið vitið. Já, því að á tímapunkti titlaður einmitt, þú veist, sálfræðingur og kennari. Já. Svo var klíniski atferlisfræðingur komin inn. Já, ég hef ekki lítið stoltur á honum, sko. Nei. Því ég hef eiginlega alla tíð notað atferlisfræðina fyrst og fremst. En ég ætla samt ekki að segja að sálfræðin hafi ekki nýst sér vel, því að auðvitað maður líka að tala við foreldra. Atferlisfræðin finnst mér nýtast best með börnum því að þau eru lítið hugræn oft á tíð og þau eru mjög mikla núvitnutaverur. Þannig að atferlisfræðin er oft besta leiðin til að hjálpa þeim. Þau eru svo hrein og bein, vandamálin eru oft í beinum tengslu við umhverfis breytur og aðstæður. Á meðan við fullorðna fólki draugum eftir okkur alls konar fortíðar drauga sem að hafa áhrif á hegðun okkar og jafnvel þegar við erum ekkert að þú veist, þá erum við samt að hugsa fyrir tíð sem geta smitað og gert atferlisgreininguna sem slíka flóknari. En börn þetta er ekki eins flókið hjá þeim og því er oft einfaldar að finna svarið og hjálpa þeim. Þetta er ótrúlega áhugaverður bara hvernig verður að lýsa þessu? Hvernig þú samtvinnar þessu saman? Já, ég hef upplifið þetta þannig. Ég fór sem sálfræðingur inn í skóla. Mér fannst hugræni þátturinn hjálpa mér mun minna en atferlisfræðin. Atferlisfræðin gaf mér svör, gaf mér tól, gaf mér leiði til árangurs, bara leið með þetta samme, sko. Og það skipti mig máli. Og svo kom náttúrulega sálfræðin og samskiptafærnin og allt sem við höfum lært, það kemur alveg helling einu þegar úrst að styðja við og eigi samskipti við foreldra. Og ég starfa rosalega mikið þannig í dag. Ég fyrir mjög oft beint í foreldra eins og þegar við erum að setja upp umbunarkerfi. Það er mjög mikilvægt að ramminn bak við umbunarkerfi haldi. Já, þannig að þá þurfa foreldrar að hafa þá færni sem þú þarft að bera til að geta lokað rammanum og tryggt að umbunarkerfi starfi og virki eins og það á að virka. Og þá þarf alltaf að vera samstillt og tilbúið. Og þegar svo þú sagðir eða önnur hver eitthvað sagði áðan, mikið okkar starfi snýst það að samstilla umhverfið, ekki satt. Þegar þú segir nei, þú segir já og ég segir kannski, hvaða atferlisþjálfunir eiga sér stað hjá barni? Já, engin. Ég leiði mig. Það er bara allt ómarkvist. Það er bara allt ómarkvist, mismunandi skilabóð frá umhverfinu sem gerir mengun gott. Sem er svo oft þannig, þetta er svo mikið svona computer says no, eða einmitt, þessi segir eitt og hinn segir annað og ég meina eðlilega hvert að barnið að fara með þessar upplýsingar. Og hverju má þú að taka trú á? Og þá fer það að velja. Og þá myndast hólur í samstarfi hinna fullorðna sem að börn sem að náttúrulega eins og við hinn vilja styðstu leiðina að þeim gæðum sem lífi getur boðið upp á og þá finna þau þessar hólur og tróða sér í gegnum þær og við skiljum ekki okkur en eitt gengur upp. Nei, og líka bara þessi hegðunarvandi, þú veist, bæði sem foreldrar eru að upplifa og bara kennarar. Og þetta er svo ótrúlega oft bara út af þau eru ekki samstiga. Umhverfið, Það sem ég er yfirleitt að gera í minni ráðgjöf þegar ég fer inn á deildar og er með ráðgjöf út af hegðunarvandi á barni. Það er eiginlega alltaf fyrsta sem er bara, við þurfum að samræma vinnubrögð. Nákvæmlega. Þurfum allir að vinna eins og þurfum að vera sömu mörk hjá öllum. Annars er barni endast að prófa sig áfram. Og væntanlega, og finnur gat og glöfu í stuðningskerfinu sem það getur nýtt sér og þá fellur atferlisþjálfunin sjálft sig. Svo er alveg klár. Það eru rosalega klár. Og rosalega fljóta fiffa. Og líka bara nákvæmlega. Eins og ég segi alltaf við foreldra, sko, barnið með tvöfalda doktorsgráðu í þér. Það les þig eins og opna bók. Núna er mamma þreytt. Núna er pappi glaður. Og svo framvegis, og núna er tækifæri, núna er færi, nú er lag, núna fæ ég, en þau gerir þetta ekki einu svona meðvitað, þetta er bara að þau læra þetta, eins og lífverur sem eru að leita sér að gæði, þá læraðu styðstu leiðina í þau gæði og þau eru ofurtölfur, eins og við vitum á þessum aldri, þau eru að sjúga allt upp, heilin þeir eru eins og svamp, bara taka eftir öllu, spá í öllu og læra okkur utan að. Það sem gerist er greiningar meistarar í atferli. Þau eru bestu atferlisfræðingar. Þetta er pínu ókveikandi. Svona ómeðvitað, það er ómeðvitað. Þetta er allt gert ómeðvitað, oftast. En nei, og síðan það sem gerist, gerir maður ráð fyrir og hefur séð sjálfur, að eins og þetta, bara, þetta virkar ekki. Af hverju virkar þetta ekki?
það örugglega bara, barnið, það verið að setja loksins eitthvað inn, loksins, það verið að setja eitthvað inn, barnið sýnir mótspyrnu og þá oft það sem bara, nei, þetta virkar ekki án, eða þetta bara, þetta tekst ekki, eða þá gefist upp og hvað að gerast þar? Og hvað þá í gangi? Þá þessi hlutastyrking og sem alls ekki góð því næst þú ætlar síðan að taka upp þráðun aftur og fara að vinna í þessu vandamáli hvað gerist, þetta verður bara tvöfalt erfiðara fyrir vikið og þá kemur slokknunar, extinction bird og slokknunartoppurinn og þú þarft að komast yfir hann og það einmitt þá sem fólk gefst alltaf upp einmitt þegar það bil að fara að ná árangri þá gefst það upp. Já, en mér finnst það vera aðeins svona fólk vera meðvitað því nú er ég búin að vera með ráðgjöf ágætan tíma og ég tala alltaf þetta við þurfum að undirbóka fyrir það að hlutinni getur fara að verða miklu erfiðari í einhver tíma en svo komumstu yfir það þannig að við ætlum að hittast aftur eftir að þegar það ættu að vera komin yfir þann tíma þið þurfum að vera sterk þangað til og þau eru svona já eitthvað við gerum eitthvað grein fyrir þannig að ég er svona aðeins byrja að fá á fólk sem meira meðvitað það bara það er eðlilegt að hegðunin versni áður hún að verða betri af því að það var ekki fólk var svona ok, nei, þetta er bara miklu verra ég bara ekki sens að ég geti og annað sem ég lærið af reynslunni betri reynslu en reynslunni og þannig þurfum við bara stundum að læra þú setur upp rosa flott umbunarkerfi og ert að hvetja barna áfram og hjálpa því að standa sig vel í ákveðnum aðstæðum en ef þú gleymir því að það er að fara í frístund eftir skólan þá kemur bomban þar að þú er búin að vera með barnin í ramma sem er að standa sig vel og berjast fyrir að ná markmiðum sínum og jú, það verður hrós og hvetja en svo leið og það kemur út úr rammanum þá náttúrulega kemur útrás eins og er öllum eðlilegt og þá bara kemur bomba ef að það er ekki búið að tryggja að allt skipulagt starf sé undir og sé með í þessu ferli. En þarna held ég að þarna komum við svo sterk eins og sérfræðingar eru út af því lífið er alls konar og við erum bara mannleg og það er kannski ekkit alltaf það er ekkit hægt að tryggja að þessa rútínu 110% það er aldrei hægt að tryggja mamma komst ekki, amman er að koma að sækja eða pappi kemur ekki, mamma kemur í staðinn og þetta getur oft verið það sem bara splundrar öllu þannig að ég held að þarna En af hverju? Ekki vegna þess að amman er að koma, er það? Nei. Heldur vegna þess að hún fyrir aðra leið en kannski mamma. Mamma er með ákveðna reglur fyrir ákveðna leiðin og svo kemur amma og ég ætla að leyfa honum nú aðeins og þá er byrjað að grafa undan þessu samstilta átaki, ekki satt? Og kannski við því sem barnið var að búast því nú eru mikið okkur skjólstæðingum mjög margir eru með sér þarfir og svolítið bara þeirra bara svolítið mikilvægt fyrir þau að halda þessari rútínu og vita hverju megi búast við þannig að þetta getur oft verið bara triggerinn að bara ykkur eru mikilvægri tilfinningalegri útrás mikið rétt sett allt á hlið en nú erum við búin að tala svolítið og við getum verið alveg þar en mér langar bara svo að færa mig út það er svo ógeðslega margt áhugavert við þig og það sem þú ert að gera núna í dag nú ertu komið með líka klíníska atferlisfræði getum við að sett titilinn og og þú ert búin að stofna fyrirtæki og þú ert með hugbúnaðinn Bínfi sem ég persónulega ógeðslega góða reynslu af ég er sem sagt að vinna meistaraverkefni mitt og búið að gera í undirhandleiðslu Helga og samstarfi og nýt bara góðs af þetta er geggjað forrit eigum við fyrst að tala Bínfi og síðan að fara í BF frá atferlisráðgjöf bara alveg eins og þið viljið ég er alveg til í það ég þekki Bínfi ekki svona vel en búin að kynna mér aðeins og búin að læra aðeins það í náminu en og YouTube hefur náttúrulega sagt mér hetting það en ég er til í að vita meir alveg bara 100% bara kannski byrja hvað er þetta og við langar líka að byrja þú kemur með þetta til Íslands eða ekki? Til Íslands, ég bjóð þetta til þú bjóst þetta til oh my god, séu ég er bara en það er líka bara ógeðslega gaman ég sé alveg stjörnunar í bara fireworks ég líka, ég var alveg vissum að þú hafi verið að innleita til Ísland þetta er bara svo mikið eins og PMT og allt sem kemur þetta kemur annars það frá og þú er svo innleita það er sem að maður upplifir ég bý þetta til í rauninni frá grunni í rauninni það sem ég náttúrulega byggit á er atferlisgreining en þetta á sér innblástur víðsvegar frá en það sem að Bínfi stendur fyrir er á ensku Behavioral Analysis and Feedback eða atferlisgreining og endurgjöf. Þetta er orðaleikur vegna þess að Bínfi stendur líka fyrir baunafé eða beinþýðið sem væri þó baunagjald eða eins og við ákveðum að kalla Bínfi á íslensku baunalaun.
en fólki fannst nafni Beanfí eitthvað svo sniðut og það hefur fest, ekki íslenska nafnið. Já, Þannig að baunalaunilítinn og það er meira catchy, sko. Já. Já, við skulum alveg viðurkenna það. Þannig að það hefur fest og þetta þetta er svona eins og táknrænt, svona það sem heitir á ensku token economy eða táknrænt umbunarkerfi því að það er hægt að gera umbunarkerfi bæði táknræn og ekki táknræn, það sem að umbunin er bara beint í boði eða þú safnaði fyrst inn táknum. Og það sem að við reyndum að gera í rauninni mikið meira og það eru margir fítusar við þennan plattform eða þetta nota ensku orðið plattform að því mist íslenska orðið vettvangur og svo skrítið á einhvern veginn ekkert við hugbúnað svona maður er erfitt að tengja það þannig ég leyfi mig segja bara plattform og ætla að halda því áfram að þetta er svona plattform fyrir hegðun og þjálfun og í rauninni er hægt að nota með fólki á öllum aldri og hefur verið gert. Þetta hefur hjálpað fólki á öllum aldri að ná árangrum sínu með við núna en aðalega rannsakað á yngsta og miðst í grunnskólana. Já. Og Beanfí er sem sagt þannig gert að það inniheldur líka fræðslu vettvang sem er hægt að setja upp hvaða margmiðlun og formi sem er, vídeó, grafík, hægt að setja inn skemmtileg spjöld og allt saman og hafa hvaða upplýsingar sem er þarna inni, sem þýðir að þið getur búið til í rauninni eins og sniðmát fyrir ákveðin hegðunarvandamál vegna þess að ekki allt er persónugert. Sumt á við okkur öll. Sumar leiðbeiningar notum við öll ekki satt. Það er ekki hver einasta leiðbeining eins og þegar við erum að reyma skó þá eru sömu leiðbeiningana fyrir okkur alla. Það þýðir ekki að við séum minna einstök. Heldur þá eru ákveðnar kjarnaleiðbeiningar sem eiga við okkur öll og svo er hitt persónugert. Og Beanfí býður upp á svona sniðmátshönnun sem þýðir að þú hafir allar helstu leiðbeiningar sem eru þekktar fyrir ákveðin vandamál bara tilbúin í heilum pakka sem er svo hægt að deila með öllum öðrum. Þannig að við þurfum ekki vera að finna upp hjólið í hvers skipti sem við búum til leiðbeiningar eða keyrum á staðinn í ákveði úrræði sem á að vinna með börnum eða skjólstæðingum. Og þá er þetta bara tilbúið. Myndir, vídeó, hvað sem er og þetta er tengt við inngripið sem að þar sem þú vinnur einn svona ákveðin stig eða það sem að við höfum náttúrulega eðlilega ákveða að kalla þetta baunir, Beanfí, til að halda áfram með orðaleikin og svona fyrir okkur atfellisvæðingana það á smá viðbútt hérna, hvað heitir Skinner? BF Skinner, nákvæmlega, já. Ég vissi þetta ekki. Þetta er margflókið orð, sko, já. Skinner, sem sagt fyrir hlustendur, þá Skinner svona okkar, hvað er það ekki? Helsti svona áhrifavaldur vísindamaður sem bara faðir atferlisgreiningar kemur inn með virka skilyrringu einmitt Skinner's box og allt þetta sem að við hvað byggjum okkar fræði hvað helst byggjum okkar aðferði hvað mest á þannig á grunninn á því öllu en algjörlega, en ef við getum komið með bara svona lifandi dæmi fyrir þá og nú erum við búin að tala svolítið mikið tæknilega hluti sem að ég fæ alveg bara til sig við þekkja kannski aðtöðsfræðin ekki. Já, við skulum passa okkur þar. En bara koma kannski með ákveðin vettvang og ákveðin inngrip án þess að nafngreina, bara hvar þetta hefur nýst þér og okkur. Hvar? Já, og hvernig. Beanfí byrjaði, ástæðan fyrir að Beanfí fæddist vegna þess að ég var að vinna í grunnskóla í Hafnarfirði, eins og ég sagði ykkur áðan. Og þar tók ég bara rosalega fljótt eftir því að mér vantaði öll tæki og tól til að ná vel utanum börn með einhvers konar vanda eða stöðningsþörf. Sérstaklega eftir að barn missir umsjónakennaran sinn upp úr 7. bekk. Þá fer hann að flakka á milli kennara eins og við þekkjum og í grunnskólakerfinu er umsjónakennarinn oft þessi rauði þráður eða þessi svona miðpunktur í að halda vel utanum nemendur sína og þetta hverfur oft. Dettur því miður svo mikið úr, börn fara að flakka á milli þannig að þessi miðpunktum og ég hugsaði, hér þarf ég eitthvað til að halda inngripinu mínu, vinnunni sem ég er með börnum í gangi, lifandi. Og ég á góðan vin sem heitir Svein Steinarsson og er frábær forritari og mikill snillingur og við ákvæðum sem hans dóttir var í skólakerfinu á sama tíma og var að ákveðnum erfiðleikum og hann eins og ég sammála því að það þyrfti eitthvað úrræði. Þannig að við fórum með Beanfí í rauninni sem var ekki til sem hugtak þá á teikniborðið og við bara byrjuðum að þróa þetta tók okkur nokkur ár en svo einn daginn að því að við vorum alltaf að leita á lausnum skiljiði, hvernig komumst við þetta vandamál svo einn daginn þá sátum við og vorum bara að spjalla saman og þá loksins kom svarið við síðustu lausninni og þá keyrðum við að stað með þróunina og þá fengum við fræstyrk, svo fengum við sprota svo hefur við fengið vöxt, við erum búin að fá örugglega svona 80-90
fá vel af peningum í styrki fyrir þetta verkefni frá Tækniþróun og Rannís og Tækniþróunarsjóði og við eigum þeim mikið að þakka að þetta frábæra styrkja umhverfi hérna á Íslandi styðja mann í svona frumkvöla verkefni. Og upp úr því fættist Beanfí og ég prófaði þetta í þeim skóla sem ég vann í Hafnarfirði mjög mikið og við náðum svo góðum árangri að sveitarfélagi tók fljótlega eftir árangrinum og baði okkur að koma og kynna árangurinn sem við höfum náð innan skólans og eftir það var ekki eftir snúið og Hafnarfjörður fjárfesti í okkur og var undirstaðan og ástæðan í rauninni, má segja, trú og traust Hafnarfjörðar á þessu verkefni okkar hafi verið ástæðan fyrir að komast að stað með það. Þannig að við þökkum Hafnarfjörði kærlega fyrir og eigum Hafnarfjörði mikið að þakka á því frábæra flóki sem þar vinnur. Og þarna fyrir rauninni bara hjólið að snúast. Þarna fyrir hjólið að snúast, svo kemur háskólinn með okkur inn í þetta fyrir að rannsaka þetta á fullu og rannsóknirna sína fram á alveg frábæran árangur, alltaf 350% aukningu í námsástundun hjá börnum með alvarlegan hegðunar og námskvatavanda á miðstigi og svo hegðunarvandi að minnka nærri því 90% og svo framvegis og rannsókn eftir rannsókn og tilfelli eftir tilfelli, skólafórðun og tilfelli eftir tilfelli sýnir árangur af þessu og það sem að Beanfí náttúrulega í kjarnan bara mjög öflugt umbunar kerfi með fullt af stuðningsþáttum og hlutum sem að halda utan barnið og nærumhverfi. Mamma og pappi taka þátt í inngripinu, kennari tekur þátt í inngripinu, af og amma taka þátt ef þau þurfa að taka þátt og það þarf að samstilla alla. Beanfí var hugsað einmitt líka sem samstilling og tól fyrir nærumhverfi barnsins. Þegar við getum ekki alltaf að vera í atferlisþjálfun að senda mismunandi skilaboð eins og ég sagði áðan. Það er mikilvæg punktur að allir taki þátt eins og við höfum verið að tala eftirlit. Þannig eru allir að fylgjast með. Mamma ef þeir eru inn í myndinni, mamma og pappi, kennarinn, þeir eru að fylgjast með saman og ná þessum árangri í rauninni saman. Einmitt. Nákvæmlega. Þetta heldur svo vel utan samstillt áfram. Það er gamalt sem eru allir og hlustundur okkur og allir fyrir út og það hafa heyrt. Þetta gamalt afríst próverb hef ég heyrt. Það tekur þorp að ala upp barn. Og það er bara mjög rétt og satt. Við erum öll áhrifavaldar í lífi barna. Þegar fullorðinn gerir eitthvað þá sendir hann skilaboð og barn tekur eftir því. Og ef að barnið tekur eftir þessu nógu oft og þessi skilaboð ekki leiðrétt, þá festist þetta inni sem hugsun og hegðun í huga barnsins. Þannig að við þurfum að tryggja umhverfi sig að sýna sig og sanna sig til að börn hafi tilfinningu og hneigð til að gera það sama. Já, algjörlega og ég veit að þú nú er ég að vinna hjá Reykjavíkurborg og við höfum sýnt mikinn áhuga fyrir Beanfí. Okkur finnst þeim að skólaforðun er að verða stærra og stærra vandamál bara alls þar og vantar einhvern veginn. Já, mér finnst vanta ekki tól fyrir það og við höfum talað þetta. Fá þig til okkar. Já, það er bara alltaf velkomið. Kynningu og kynna þetta fyrir okkar. En fyrir, ef að foreldri bara er að hlusta og hefur áhuga, er þetta eitthvað forrit sem að foreldri getur sótt sér einn og sjálfur eða þarf þetta að vera sótt í gegnum? Góð spurning. Eins og staðan við vitum ekki með framtíðina, þá er þetta bara í gegnum sveitarfélög. Vegna þess að eins og staðan þá vil ég ekki bjóða fólki upp á tól nema að það getur virkilega nýta til árangurs. Já, og líka að sé eftirfylgni og sé einhver setja upp með þeim. Nákvæmlega. Þannig að þetta er ennþá meira tól sem undir stjórn og ábyrgð sérfræðinga til að ná árangri og það farið, það þarf eins og með Beanfí, það er mjög þetta er nú til dæmis samt notað á fyrsta stigi í Hafnarfirði. Þar eru kennarar að nota Beanfí og þeir eru náttúrulega sérfræðingar í sínu fagi og sett upp að deildarstjórum og allur skólinn í rauninni samstiltur inn í þetta þegar þetta fer af stað. Þeir sem að koma að barninu þurfa að vita hvað er í gangi og þurfa að skilja það inngrip sem við búum að leggja fyrir barnið. Þannig að það er mjög mikilvægt eins og alltaf að samstilla alla þegar Beanfí er sett af stað. Og þetta er náttúrulega, þetta er svo notendavænt en enga síður skiptir gríðarlega miklu máli eins og þú er svo komið svo verulega hart inn á og ég fengi reynsluna af því hvernig þú setur þetta upp. Þú þurft að þekkja náttúrulega hegðunar lögmálin og hvar styrkingar hettinir liggja og umhverfi og þú veist, þetta skiptir allt gríðarlega miklu máli. Virknimatið, greining á aðdraga, afleiðingu, hegðuna, allt þetta skiptir máli til að virkilega vita, en auðvitað höfum við ekkert alltaf tækifæri til að fara í
viðamiklar greiningar, en við erum samt ægilega aldrei á núllpunkti. Við getum byrjað að vinna vegna þess að það er hellingsvinna að fara sér stað og greining fram að því sem þetta kemur. Það þarf ekki alltaf að byrja að hlaupa inn og fara að greina allt frá grunni. Og svo erum við náttúrulega með okkar fag til að hjálpa okkur, en við náttúrulega gerum okkar virknimat og það er partur uppsetningu bínfí. Já, nákvæmlega því ég hugsaði bara svona á þetta ef einhverju hlusta á þetta sem er kannski á barn sem er að glíma við mikla skólaforðun eða mikla hagnaðarleika að þá bara senda á skólan og bara óska eftir að það sé tekið inn bínfí. Þú veist, Krista bæjarfélagið. Krista bransasveitafélagið en þú veist, í alvörinu þetta er orðið svo stort vandamál og það þarf eitthvað, þú veist. En ef þú getur kannski snert svolítið á bara hvers konar dæmi, þú veist, hvernig hefur bínfí nýst? Þú veist, við hefum náttúrulega notað bara alveg frá því að vera bara læra að reima skó í tannburstun, þú veist, klæða sig á morgnana, þú veist, bara fyrir skiluru, en líka náttúrulega að læra að lesa, stærðfræði. Já, það bara hvar sem að barni vantar hvata og ramma til, og ekki bara barni, líka fullorðnum, er hægt að nota svona hvata og umsjónakerfi til að hvetja og styrkja hegðunina vegna þess. Og efla færni. Að við erum ofta að díla, og efla færni, því að við erum ofta að díla við rosalega flókin og mikið langtíma verkefni. Eins og þegar við segjum með 6 ára barn, nú ætlar þú að læra dönsku eða ég veit ekki hvað, starffræði. Þú sérð ekkit afraksturinn af því að kunna þetta fyrir kannski eftir mörg ár. Og við ætlumst til þess að barn geti bara strax séð gæði og gleði úr þessu verkefni og það sé bara eins og Íslendingar eiga dálítið til að segja sjálfsögð hegðun. Og margir foreldrar hafa sagt við börnin sín, já þú lærir ekki fyrir mig, þú ert ekki að læra fyrir mig, þú ert að læra fyrir þig. Bara sjálfsagt að hann gerir þetta. Sjálfsagt að hann gerir þetta, já við höfum öll heyrt þetta, heldur mjög að. En þetta er ekki sjálfsagt, það er ekkit sjálfsagt við þetta. Barn lærir þegar það skilur ekki sjálft gildið og mikilvægi í lærdónum, þá lærir það fyrir foreldri sitt. Það lærir fyrir hrósin, það lærir fyrir brosið, það lærir fyrir klapp og bakið. Já, fyrir viðurkenninguna og fyrir stoltið og gleðina. Þetta skapar þennan innri hvata sem allir eru að tala og sumir halda að atferlisgreining og umbunarkerfi skemmið fyrir. En það gerir það ekki. Það er bara að þú notar þetta ofan á innri hvata sem þú getur mögulega skemmtan. En þessuna skiptir svo miklu máli að vita hvað maður er að gera og kunna setja upp svona kerfi og hafa fólk með sér í för sem að getur stutt og rálagt. Í það sem bínfí býður líka upp á eru þessar ótrúlega flottu mælingar, árangursmælingar, sem að sýnir bara svört og hvítu, þú veist, hvernig inngripið, hvernig gengur, hvort það sé þróun, framþróun, afturför og gefur okkur líka tækifæri til að betrumbæta. Mjög rétt. Og bæti inn, og nú ertu komið með ákveðna prótótípur, ef við getum farið svolítið án þess að flækja fyrir þá sem kannski... Já, ég skal reyna að halda þessu einfaldu. Það eru 3 forrit í gangi. Það er bínfíið sem við byrjuðum með, það er bínfíið sem er þá eins og betri útgáfa því bínfí og svo er það annað forrit sem heitir bínfí direkt og ástæðan fyrir þetta er allt á ensku er vegna því miður gefst engin styrkur til íslensku til þýðingar og svona þegar þú fær styrk þá færðu aldrei styrk til að þýða sem þýðir að þú þarft að velja á milli þess að setja mikinn peningi að hafa 2 tungumál í gangi eða velja annað. Og þá náttúrulega veluru enskuna því að þú þarft að selja þetta út fyrir landsdeilana. Við erum allt of lítinn markað hér til að halda svona dýrum tæknilausnum á lofti eins og þróun svona umbunarkerfis. Þess vegna ertu með þetta á íslensku og ensku. En svo skilja líka langflestir ensku og við erum náttúrulega bara í fjölmenningarsamfélagi núna. Já, við erum í fjölmenningarsamfélagi núna. Þetta er alveg að koma til mótspila og þá líka erlenda. Mjög rétt og mikið af því efni sem fer inn í bínfí er þetta bara setja upp á hvaða tungumálu sem er. Það eru rauninni bara viðmótið sem er á íslensku og meira þess að viðmót bínfí er á íslensku. Þetta er bara nafnið. En já, til að útskýra típurnar þá er þetta bara þetta forrit sem er ennþá í gangi en við munum skipta út. Þetta bara við þurftum að halda því lifandi því að það voru svo margir farnir að nota það. Þannig við gátum ekki bara hætt með það. Svo erum við að búið til miklu flottar útgáfa því forriti. Ég er mjög spennt að prófa það. Já, ég líka, trúðu mér, mjög spenntur og við öll. Þetta verður mjög gaman og svo erum við með nýtt forrit sem heitir bínfí direkt og munurinn á því og bínfí er að bínfí þjálfar eftir svo kallari tímatöflu sem þýðir eftir tíman þá er gefin endurgjöf og hvernig hegðunin gekk. Og sem sagt já eða nei, þetta gekk vel og þú vinnur inn stig og baunir og svo getur þú keypt í baunabú sem er ákveðin vellaun og þú getur unnið inn afreksmerki sem eru svona eins og stafræna medaljur og þetta er allt gert til að gera námið spennandi og skemmtilegt og sem miklu einfaldara
að ná árangri heldur en að horfa fram á 18 ári í íslensku og uppskera svo þegar maður fær háskólagráð í íslensku. Skiljið hvað ég menna? Börn þurfa nokkra mílusteina þarna á milli og við fullorðnu líka. Og það snúast umbunarkerfi. Það er það sem fólk þarf að fara að skilja. Það er nefnilega málið. Bara þau þurfa að fara að skilja að þetta gefur börnum bara að þau fá snertingu við bara þessi hvatningu í rauninni fyrst. Þau hafi hvata til að ná árangur. Já, og þau fái þetta svolítið strax en ekki að sjá árangurinn eftir áreiskan. Eða skiljið, þú kemst í bókaklúbin eftir 2 ár. Haltu bara áfram. Og það sem skrifaði ég einmitt greinina, umbun er sama ótrúlega flott grein. Til þess að tengja við að umbun hvetur börn til árangurs þegar þau skilja ekki sjálf markmiðið. Það er að fá fólk til að fatta það. Já, það er mjög góð grein og mér finnst líka svo gott að bendina því þú veist, þegar við tölum umbunarkerfi þá mikla foreldra, ég hef svo oft fengið spurninguna, þarf ég þá bara að gera umbunarkerfi fyrir allt, gerir barnið mitt ekki neitt ef umbunarkerfi, en það er bara oft einn þáttur sem foreldrar eru að ströggla og ég verið með umbunarkerfi fyrir lestur í barninu mínu, en síðan bara feita það út. Þú veist, ég meina, það er ekki þannig að þú setur upp umbunarkerfi og þú ert bara með umbunarkerfi fyrir barnið það til að vera 18 ára. Það er sama umbunarkerfi fyrir deg, þú veist, það er bara, þú veist, fólk er svo hrætt það bara eitthvað, ef ég set upp umbunarkerfi þá mun barnið mitt ekki vilja gera neitt annað nema þessi umbunarkerfi. En þú veist, þetta er bara, þú veist, ég hef aldrei lent í því. Í fyrsta lagi þarf fólk að skilja, við setjum upp umbunarkerfi vegna þess að það er ekki hvati til staðar. Já, og nákvæmlega. Það er það sem þetta snýst Við erum ekki að gera fólk háð hvata með því að setja upp umbunarkerfi, við erum að gefa þeim ástæðu til þess að gera það sem að þau hafa enga ástæðu eða vilja eða löngun til að gera fyrir. Já, þannig að þú kemur þeim á stað með góðu umbunarkerfi og þá taka við eins og við köllum náttúrulegi styrkjar vonandi umhverfis hlutir eins og í staðan fyrir að fá skammir fyrir að lesa ekki þá fæ ég allt í einu hrós og klapp á bakið og mamma brosir til mín og kemur með kaffibolla og allt í einu er orðið gaman og hlýlegt og notalegt að lesa og þá fæ ég innri hvata eða þú veist, náttúrulega sálfræðin kennir að það er ekki til neitt sem heitir innri eða ytri hvati en við skulum halda okkur við þetta til útskýringar. Já, bara þannig að fólk sé líka að tengja við það sem við erum að reyna að segja. Þá ertu komið með þessa innlægu löngun til að gera þetta því þú ert farin að finna sjálfur hvað það er sem er gaman við það verkefni sem að stendur fyrir framan þig. Þá getur við dregið úr umbunarkerfinu og þá má bara fjara það út og barnið er farið að við finna sjálft gleðina í verkefni. Akkurat. Því það er líka gott að nefndir að fjara út og þú sagði feiting, þú veist, það er kannski ekki allir hlustendur sem að fatta hvað það er. Þú veist, það er líka skipti máli að leið og þau sjá árangur eða að bara taka ekki strax umbunarkerfi út. Þú veist, það þarf að tekur tíma fyrir hegðun að festast í sessi. Og þá þarftu einmitt að fjara út, þú veist, bara draga úr. Þú veist, það er kannski ekki umbun eftir hvern einasta dag, það er umbun þriðja hvern dag og síðan er það 5. hvern dag og síðan, þú veist, alltaf aðeins að lengja. Ég er með gott dæmi bara frá mér, þú veist, það stelpa mér yngri. Ég legg rosalega mikla áherslu að börnin mín sé einhverjum íþróttum. Ég vilaði þessu í fótbolta en ég sætti mig við þessu í íþrótt. En allavega, þú veist, þannig að til að byrja með, þá þurfti ég að nota svona hvatningakerfi á stelpuna mína til að fá hana á æfingar. Þú veist, það var ekki það, hún vildi ekki fara á æfingar, það var meira bara svona, hún sá ekki alveg fyrir en svo stóð hún svolítið vel á æfingu en það var eitthvað svona, og við notum þetta í smá tíma, en síðan var hann bara, hún var farin að hlakka svo til að fara á æfingar og það var svo mikil gleði og þá gæti ég bara svona fjarað umbunarkerfinu út og hún var bara orðin bara hún fór að finna sjálf gleðina og tilhættuna að mæta og þá er hitt í rauninni meira vægi heldur en hvatningakerfi var þetta er svona, þetta hér þetta er svolítið vegasalta leikur þú veist, bara rosalega auðveldlega í þessu tilfelli sko. En ef þú getur sagt okkur, þú veist nú eru verið í samstarfi einmitt við Hafnarfjarðarbæ og hvert ertu búin að fara og er ekki allir bara að lofsama þessu? Meinar Bínfí? Það er mjög góð, það er mikil gleði í rauninni hver sem Bínfí fer. Bínfí nær árangri ef að það er rétt gert. Ég passa samt að segja fólki þetta er engin töfra laust sko. Það eina sem þetta gerir er það, þetta gefur fólki það tól sem þarf til að halda utanum umhverfi barns og ná árangri ef að allir dansa í takt. Og þetta er alltaf þetta stóra sem að mér finnst ég alltaf vera að koma niður á vinnu mínum í skólum og foreldrum að verða allir að dansa í takt. Ef við erum ekki í takt, þá næst svo lítill árangur. Þannig að samstillingu, til dæmis í umhverfi, agavanda umhverfisins í skólum í dag, ef að skólar myndu
bara gera þennan eina hlut að tryggja allir starfsmenn dansi í takt og fylgi sömu reglum og segi bara, hér eru ákveðin viðmið, allir sem hér starfa þurfa að fylgja þessum viðmið, við ætlum að dansa í takt. Það eiginlega nánast í sama hvað kerfið heitir eða aðferðin sem við erum að beita, það myndi fara að ganga betur og talsvert betur. Þegar við erum allt og mikið eiland inn í skólunum. Ég gerir svona, þú gerir hinsegin. Við þurfum öll að reyna að vinna saman og byggja á sömu markmiðum þegar við erum að vinna með börnum. Já, Heyr. algjörlega. En hefur fengið, þú veist, að því nú hefur atferlisfræðin oft verið mjög gagnrýnd og margir sem eru bara, þú veist, á móti þessu og bara, já, finnst þetta bara vera bara ekki þeirra. Hefur lent í einhverjum svona kennurum eða einhverjum svona sérstöku svona mótspyrnu gagvart? Já, sko, já, ég var náttúrulega oft voruð var við hana, en fólk náttúrulega er vanalega ekkert að viðurkenna það þegar þú ert að mæta á svæðinni en ég er atferlisfræðingur og komin hérna til að gera. En það sem þú þá kannski tekur þá frekar eftir er dræm þáttaka í því sem þú múst að gera og svo framvegis. En auðvitað náttúrulega ef það er einhver forsenda sem allir hljóta þurfa að tileinka sér ef þeir ætla að starfa og vinna í samfélagi manna, við þurfum að geta átt í samskiptum. Þannig ef þú ert ósammála þá þarfst að viðra þá skoðun, ég þarf að fá að koma með mitt svar og svo þurfum við að taka ákvörðun í sameiningu. Og svo þarf náttúrulega skólastjórnin og stefna skólans líka ákveða. Við getum ekki öll verið að ákveða fyrir okkur sjálf hvernig við ætlum að vinna. Við vinnum í skóla sem er með ákveðna uppeldistefnu og þá þurfum við að starfa saman og vinna eftir henni. Við getum ekki, þú veist, þú ræður þínu á hvern stað og þá þarfst að fylgja þeirri stefnu sem það er í gangi. Því ef að teymi starfar ekki sama, til dæmis landsliðið okkar í fótbolta, hvað var það sem hann sagði? Allur árangurinn, hann vann með teymið og teymisheildin og teymisvinnuna. Samstilling er lykillinn að árangri. Það skiptir ekki máli hvort það heitir fótbolti eða skóli. Nákvæmlega. Já, og í svo sammálusu. En þú veist, einmitt, bara, maður finnur bara oft fyrir þessu, þú veist, bara þegar maður einmitt skiptir kennara eða þú veist, maður finnur, ég man eftir bara sem krakki, við skiptum kennara og ég var bara, þú veist, þessi kennara er nú bara eitthvað allt öðru sem kennara sem ég var með bara ekki sömu reglur og maður finnur líka bara hjá börnunum, þau skipta deildasjóra, þau skipta bara allar breytingar. Já, þú veist, það er maður bara eitthvað svona, vá, hvað það er ekki sami bara sem kennsluhættir hér. Akkurat. Og þannig að, það getur verið tryggarandi. Og það getur verið tryggarandi, getur verið ástæða fyrir vandamálum. Það er að myndast þarna núningur og þrýstingur jafnvel á milli bara kennslustofa eða deilda og það er bara ekki sami tónn og öðruvísi tónn þarna og þú veist, styrking og skilja hegðunar og allt þetta sem við séð, sko. En kannski svona, ef við ætlum fara að færa okkur úr bínfið yfir í næsta erindi, hérna að lokum, þá er ég bara svo forvitin og ég fæ að spyrja þér svona eins og ég veit ekki neitt. Hérna, myndið þú segja að bínfí hendi við hvaða vanda sem uppkemur í skólanum? Nei, það er ekkert sem hendar fyrir hvaða vanda sem er. Það er alltaf eftir barni, þeirra persónulegu aðstæðum, þeirra vanda eða krefjandi aðstöðum sem þau eru að vinna í, það fyrir alltaf eftir öllu. En sem umbunarkerfi og við sem atferlisfræðingar vitum að umbunarkerfi eru gífurlega stór partur, eins og ég nefndi í greininni minni, bara stór partur af okkar starfi, því þetta snýst að hjálpa fólki að finna hvata til ákveðina verka, að hvata af hverju á ég að gera þetta. Og minna allir kennarar og þeir sem starfa innan grunnskóla hafa líklegast heyrt þessa spurning 10 sinnum. Af hverju er ég að læra þetta? Og svörun eru alls konar, alveg frá af því ég segi það, af því að það stendur í aðalnámskrá, eða eitthvað, frekar en að skilja að þarna er barnið að leita að hvata. Hver er minn tilgangur hér? Hvers vegna er ég að þessu? Og ef að umhverfi svarar því ekki með rósi, klapp á bakið eða einhvern veginn að ná að samfara 7 ára barnum það að íslenska starffræði sé mikilvæg eftir 15 ár eða 10 eða í dag, eða þú veist hvernig sem það er, þú veist að hjálpa þeim að finna í þessum langtíma markmiðum sem að við fullorðnum berjum stundum við sjálf. Þetta er ekkert einfalt, en við ætlum bara, við göngum einhvern veginn út frá því öll hegðun barna sé bara sjálfsögð og þau bara vilja bara læra. Þau bara vilja læra, þau eiga bara, þú átt. Þetta er það sem átt að gera þátt. En við vitum að engin lífvera á. Hún hefur sinn hvata, hún þarf eitthvað og stefnir eitthvað og vill eitthvað og það er það sem keyrir hennar hegðun áfram. Akkurat. Og atferli almennt. Akkurat. Já. Þannig að það er lykillinn, sko. Ótrúlega flottur punktur. Já. En mér langaði líka að spyrja það út frá þessu. Hvernig varð síðan BF atferlisráðgjafar til?
BF athyglisráðgjöf, hún var bara til einfallega að því leiti að okkur datt í huguninni til. Kannski Við ákváðum bara, já. Við segjum hvað það er. Það er svo bara síða bfathyglisráðgjöf.is þar sem að, já, kannski Helgi segir frá því, bara ýmislegt skemmtilegt í gangi. Við náttúrulega bara sáum, ég náttúrulega djóka smá, auðvitað var meiri hugsun bak við það heldur en bara skellum í eina ráðgjafa sinni. Í fyrsta lagi þá langaði mig bara að sýna og sanna og koma okkur sem fagstétt á framfæri. Við erum út allt, við erum að gera góða hluti en fólk veit lítið okkur, við erum mjög lítið sýnileg og svo framvegis. Þannig að ein mjög svona minn draumur var bara að sameina og koma okkur á framfæri. Það er ein leið. Bara það er í rauninni það sem að náttúrulega BF athyglisráðgjöf snýst fyrst og fremst það er bara að koma okkur á framfæri sem stétt sem getur gert svo margt gott fyrir samfélagið, getur hjálpað í skólum með fólki með fatlanir, bara hvar sem einhverfu, við þekkjumst náttúrulega hvað mest í þeim bransa og þróttur séu náttúrulega skipta skoðanir með það eins og margt annað. Þú veist, það er bara, en fólk hefur skoðanir og það verður seint tekið af þeim. En og getur í rauninni sér, þú veist, þetta getur nýst í hvað sem Þetta getur nýst í rauninni bara allt sem hefur með hegðun að gera. Þar kemur atferlisþjálfun inn ef að þessi hegðun skiptir samfélagi máli og jákvæð hegðun sem að þarf að styrkja og byggja á. Síðan ótrúlega flott, þetta byrja vel. Síðan, og bara við erum með námskeið í gangi og flott uppeldisnámskeið sem hættir að skrá sig á. Sem hættir að skrá sig á og hvet fólk til að skoða það ef það þarf stuðning og ráðgjöf við uppeldið sem að ég veit að margir foreldrar eru að eiga við í dag. Þannig að að gera á skoða og kynna sér þessa vísindalegu aðferðafræði og hversu öflug hún árangurinn. Ég meina ég var á námstefnum hegðunarvanda í gær og þú veist tölurnar sögðu sína sögu, atferlisgreining nær árangri, hjálpar börnum, kemur þeim út erfiðum flóknum aðstæðum og hvað öflugast í þessum fræðum bara á okkar landi og þú víða sé leitað. Skoðiði vísindin, trúiði fræðingum og tölunum sem ykkur sýnt. Gagnagrunnur árangur og getu atferlisgreiningar risastór. Bara ótrúlega flott. Ég í rauninni hef ekkert meira að bæti í. Mér finnst það búin að flottir loka punktir. Já, takk fyrir. Allavega þessu, við kannski fáum Helga aftur eitthvað tíman með eitthvað annað, hann sem ekki fjólksmáli. Alltaf gaman að spjalla við. Takk fyrir það. En bara, ef að Tara hefur enga fleiri spurningar. Nei, ég þarf að líta svona yfir. Ég veit það. Við erum svo litlar, við þurfum eitthvað aðeins að stækka. Við þurfum eitthvað aðeins að hækka. Nei, bara ótrúlega gaman að fá þig og bara gaman að fræðast aðeins meira þetta og við verðum pottið í meira sambandi. Takk fyrir það og sömuleiðis og bara gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Takk, sömuleiðis. Takk fyrir okkur. Takk fyrir mig.